Komið sæl. Staðgöngumæðrun ólögleg á Íslandi en þekkt eru dæmi að góðviljaðar konur hafi gengið með börn fyrir samkynhneigða karlmenn eða gagnkynhneigð pör þar sem konan getur af líffræðilegum orsökum ekki gengið með barn. Leikkonan Guðlaug Elísabet Ólafsdóttir ákvað að hjálpa frænda sínum og eiginmanni hans að eignast barn. Hún lagði til eggið og gekk með barnið. Þau töldu aðstæður fullkomnar á milli þeirra ríkti traust, vinátta og sterk fjölskyldubönd. En nú fjölskyldan klofin og Guðlaug hefur ekki fengið að hitta stúlkuna sem hún fæddi fyrir 4 árum í rúm 2 ár. Við ræðum við sérfræðinga staðgöngumæðrun eftir stuttastund en fyrst skulum við sjá og heyra viðtal sem Einar Þorsteinsson og Ingi Ingason tóku við Guðlaug. Hvernig sáu þið fyrir ykkur að samskipti þín við barnið yrði? Ég meina, í mínum huga var það alveg ljóst og gat ekkert verið neitt öðruvísi en að þau yrðu alltaf mikil. Vegna þess bara hvað mín samskipti við þá höfðu alltaf verið mikil. Ég meina, þeir voru oft á tíðum daglegir gestir á mínu heimili og ég hjá þeim og mjög mikil og innileg samskipti alla tíð. Þannig að það var aldrei neitt annað en í myndinni en að það yrðu mjög mikil samskipti við barnið. Ég meina, ég gekk alla tíð út frá því að hún yrði prímært þeirra barn. Hún ætti heima hjá þeim og þeir yrðu hennar foreldrar. Ég sá hins vegar alltaf fyrir mér og trúði því einhvern veginn allan tíman að það yrði þannig að hún síðan ætti mömmu bara annars staðar eins og, ég meina, það er fullt af börnum sem eiga 3, 4, 5 og 6 foreldra, Og hún ætti bara þessa mömmu sem að hún ætti bara mikil og jafnvel innileg samskipti við þó hún ætti heima með foreldrum sínum. Guðlaug segir að þegar það kom til tals að hún myndi aðstoða frænda sinn og eiginmann hans til að eignast barn, þá hafi hún hugsað sig vel Hún átti þegar stálpaðan son og var tilbúin til að hjálpa kærum vinum. Nöfn þeirra verða ekki birt hér til að vernda friðhelgi þeirra og dóttur þeirra. Já, það voru bara allar aðstæður þannig. Ég var bara á góðum stað í lífinu, leið vel, ég var komin yfir fertugt, ég var viss að mig sjálfa langaði ekki að eignast barn og vera ein með lítið barn á heimili, þannig að það var svona allt sem að hjálpaði til þess að ég væri tilbúin að gera þetta. Þau reyndu bæði tæknisæðingu og glasafrjókun en hvorugt bar árangur. En fyrir slysni varð Guðlaug ólétt eftir skyndikynni með vini sínum. Hún lét frænda sinn og eiginmann hans vita og þau ákváðu í sameiningu að láta sem tæknifrjókunin hefði tekist. Líffræðilegum föður barnsins var sagt frá þessum plönum. Honum var ekki veittur neinn aðgangur að þessu, sem er í okkar tilfelli fyrsta brot á rétti barnsins í ferðalaginu, En þannig var það, já. Hún var bara haldið utan þetta. Þau rangfeðruðu barnið og frændi hennar ættleiddi síðan stúlkuna. Við vorum búin að reyna svo lengi og ég var búin að fara í gegnum þetta erfiða glasafrjókunarferli og það urðu allir svo ofboðslega glaðir. Ég veit ekki alveg, ég veit bara hreinlega ekki hvort það hvarflaði að nokkru okkar. Að á einhverjum tímapunkti þetta eitthvað, eða að minnstakosti ekki að mér. Ég tók allar ákvarðanir bara í einhverju gleði og einhverjum kærleika og bara ánægju yfir að þetta væri í raun og veru að gerast. Þeir væru að fara að eignast þetta barn og við. Guðlaug hafði dóttur sína á brjósti fyrstu 3 mánuðina, bjó fyrst inn á heimili feðranna en flutti síðan heim og kom til þeirra daglega til að gefa brjóst. Henni þótti aðskilnaðurinn erfiður. Þetta var þetta allt saman brjálæðislega erfitt. Þetta var þetta bara svo erfitt að maður getur ekki neitt lýst því. Ég bið þá til þess einhvern veginn bara að milda höggið að ég fái að hafa hana heima hjá mér aðalhverja helgi. Hún komi bara reglubundið, allavega eitthvað svona til að byrja með aðalhverja helgi heim til mín. Og það held ég að hafi hrint af stað einhverri atburðarás sem að
engan óræði fyrir. Það bara, við það fóru hreinlega bara allt á hliðina. Feður stúlkunnar reyndu þó að mæta óskum Guðlaugar samvistir við dóttur hennar en drógu síðan úr samskiptunum og á endanum lokuðu þeir alfarið á heimsóknir Guðlaugar. Og þá var mér bara tilkynnt það að vegna þess hvernig ég væri búin að hegða mér undanfarnar vikur og mánuði, hvað ég væri búin að sýna mikinn dómgreindarbrest, hvað ég glímdi greinilega við mikil geðræn vandamál, hvað ég hefði boðið þeim upp á miklar tilfinningalega rollercoastera einhverja og tiltóku sérstaklega vikurnar fyrst eftir að barnið fæddist. Að bara að öllu þessu saman lögðu þá væri mér augljóslega ekki treystandi til að vera einnig með barnið. Guðlaug hafnar því að hafa glímt við andleg veikindi en viðurkennir að fyrstu mánuðirnir eftir fæðinguna hafi verið sveiflukenndir. Mig rennir í grun að frá upphafi höfum við ekkert verið á sömu blaðsíðunni. Ég held að þeir hafi bara frá upphafi verið að fá sér bara mjög klárt og kvitt staðgöngumóður. En ég var að fara að eignast barn með þeim. Og einhvern veginn þannig upplifði ég líka skilningin í allri fjölskyldunni, sko. Það voru allir með, það voru allir að fara að eignast barn. Guðlaug reyndi að fá ættleiðingunni hnekkt fyrir dómstólum en tapaði málinu. Líffræðilegur faðir stúlkunnar vildi hjálpa henni til að öðlast umgengnisrétt og óskaði eftir því að tekið yrði DNA sýni til að staðfesta rétt faðerni. Þeirri beiðni var synjað þar sem barnið var þegar feðrað. Þótt ekki sé deilt að hvorugur mannanna sé líffræðilegur faðir stúlkunnar, hafa líffræðilegir foreldrar hennar engan lagalegan rétt lengur. Ættleiðingar eru bara óafturkræfur gjörningur og það er ekkert hægt að vera að rugla neitt í því og skiljanlega. Þannig að, nei, það gekk ekki eftir. Ég verð bara að bíða. Börn leita að uppruna síns, það er bara, svo þetta er bara tímaspursmál. Fyrir Alþingi liggur nú frumvarp að heimila staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni. Guðlaug hvetur konur til að hugsa sig tvisvar áður en þær bjóðast til þess að verða staðgöngumæður. Þær konur sem eru tilbúnar að vera staðgöngumæður í velgjörðarskyni, þær hafa aldrei misst barn. Þær hafa örugglega átt börn og upplifað alsæluna við það, en þær hafa aldrei misst barn. Og það er það sem þær eru að bjóðast til að gera. Af því það er það sem gerist. Það er kona sem gengur með barn og svo missir hún barnið. Ef að barnið er ekki hjá móður sinni, þá er hún búin að missa barnið. Og þetta er í rauninni bara svona einfalt. Það er bara, hún er bara barn foreldra út í bæ. Alveg eins og öll önnur börn foreldra út í bæ, ég á engan aðgang, ég get ekki einu svona áttu drauminn að fá hana eða taka hana af þeim. Það er bara, ég á engan séns. Þannig að, en jú, auðvitað, ég viðurkenni það alveg að þegar ég verð ofsalega reið og þegar ég verð ofsalega sár, sem þetta gerist stundum, þá langar mig oft að taka hana af þeim. Auðvitað það er skelfilegur harmur og það er hræðilegt að standa frammi fyrir því að geta ekki átt börn. Það er það. En að ganga með barn og ala barn og hafa það svo ekki hjá sér, það er bara dálítið töff líka, sko. Hvaða áhrif hefur þetta haft á þig? Nú hefur ekki séð dóttur þína í 2 ár. Rúm 2 ár. Maður veit, það er svolítið erfitt, sko, af því að þetta eru þannig tilfinningar að maður hefur það eiginlega ekki með. Það er, sko, þetta er allt annað.
þú veist, lyktin af henni og tilfinningin af henni og svona, en svona í daglega lífinu þá hefur maður þetta ekki með. Það var alls ekki einföld ákvörðun að koma og gera þetta. Það búið að taka þetta alltaf mikið á, bara að ákveða að gera þetta. En mér finnst skipta máli að fólk viti af því að allir geta brugðist einhvern veginn við sem engan óraði fyrir. Og einhvern og sérilagi þegar við erum að tala svona stórar tilfinningar eins og fara í gang þegar það fæðist barn. Þetta er bara einhver stormur sem enginn ræður við og þú getur ekki undirbúið þig. Þú veist, það er ekki... Ég veit ekki hvernig í óskopunum það á að vera hægt. Kastljós óskaði eftir því að fá að ræða við feður stúlkunnar en þeir báðust undan viðtali. Þeir segja hins vegar í stuttri yfirlýsingu að allar ákvarðanir sem þeir hafi tekið í þessum máli hafi verið teknar með faglegri leiðsögn, með öryggi og hag barnsins þeirra að leiðarljósi. Dómur sé fallinn í málinu og því sé þar með lokið af þeirra hálfu. En hingað eru komnir góðir gestir, Ástríður Stefánsdóttir, læknir og siðfræðingur, Dögg Pálsdóttir, formaður nefndar staðgöngumæðrun, Helga Sól Ólafsdóttir, félagsráðgjafi sem veitir pörum sem eiga í erfiðleikum með að eignast börn og fleirum ráðgjöf og loks Sofía Franziska Rafnsdóttir Hede, talskona staðgöngu, verið hjartanlega velkomnar.